En við ætlum að fá fréttir frá sveitafélaginu Árborg og til mín komin Bragi Bjarna. Heill og sæll. Sælbjörnsar. Velkomin. Já, takk fyrir það. Það er 18. september, við vorum að tala hérna áður fórum í loftið að tíminn líður ansi hratt. Já, það er alveg að koma jól. Jú, ég nefndi það, það er alveg að koma jól. En það er stór mánuður framundan, það er október, það er menningamánuðurinn. Herri, já, við byrjum á honum, þannig er að byrja núna, erum ef ég minni rétt að vera að gera þetta í 5. skipti núna, með nokkra viðburði svona í október og það oft í tengslu við sögu svona ákveðna hluta eða fyrir bara í sveitafélaginu. Og svona þessi 4 helstu kvöld núna verða tilengu semst á Stokkseyri, alltaf að tilenga í ungmennafélaginu á Stokkseyri. Já. Bara þessi við sögu þess og svona hvað það er að gera fyrir samfélagið. Á Eyrarbakka ætlum við að tilenga þetta Rauðahúsinu. Já. Vinna með Jóhanni og þeim þar aðeins og setja upp smá söguhúsins og smá svona tónlistaskemmtun. Tengja þessi Oktoberfestival inn í það líka. Já, nákvæmlega. Rauðahúsi á nú skemmtilega sögu. Það á mikla sögu þarna í tengslum við verslunum og margt annað. Þannig að við ætlum að reyna að gera því góð skil. Og svo hérna á Selfossi ætlum við að taka 2 kvöld tengt Selfossbíó, sem er nú merksaga. Það kvöld verður væntanlega haldið á Hótel Selfoss, sem er nú bara hérna eiginlega nánast að þeim staðar sem Selfossbíó var. Jú. Og svo ætlum við að fara yfir Bifreiðastöð Selfoss, sem er semst Fossnesti og Ingól, sem var það því. Gamla góða. Gamla góða, já. Margir sem geta tengt sig eitthvað við þetta held ég. Já, algjörlega. Og mjög líklega, við erum nú eftir svona aðeins að festa dagskrána, en mjög líklega verðum við hérna í Hvítahúsinu með það kvöld, en það árið aðeins tengt Ingól með reunioni sem er búin að vera hérna núna. Já. Að við erum svona eftir að negla þetta niður, en þetta verður auglýst betur bara í næstu viku, svona fasta dagsetningar og allt klart, þannig að fólk geti fara að taka frá. Þetta er alltaf mjög áhugaverð kvöld. Er þetta á einhverjum sérstökum degi eða? Þetta er nú svona flakkar aðeins á milli okkur. Við reynum að taka kannski 15. í eitthvað þessu og svo verður eitthvað svona föstum og lögutum þar sem fólk getur gert aðeins meira úr því. Já. En þetta hefur eiginlega verið alveg ótrúlegt hvað þetta hefur náð að höfða til fólks að fara þessi yfir sögur svona ákveðna hluta. Þetta er mjög áhugavert. Og maður bara fyrir mann persónulega, ef maður er alltaf að læra eitthvað nýtt í kringum söguna þegar maður fer á svona kvöld. Algjörlega, og það er oft gaman að fara í þessar svokallaðar sögugöngur. Já, nákvæmlega. Það er ýmislegt sem maður er alltaf að læra og vita meirum. Já. En það segir hérna á árborg.is að ef þú veist menningaviðburði í sveitafélaginu þá er þetta að hafa samband við þig, Bragi Árborg. Já, við bætum viðurinn. Þetta eru svona þessi 4 viðburði sem þetta sveitafélag er að skipuleggja. En svo náttúrulega býst maður bara við því að það er fullt annað í gangi hérna. Það er einhverjum með tónleika og einhver önnur kvöld í gangi. Jú. Og þá getum við svona sett það með og auglýst bara, þannig að þetta er menningamánuður hérna í sveitafélaginu Árborg. Það er allt undir. Þannig að bara þeir sem eru með einhverja viðburði í gangi endilega sendið á okkur, þannig að við getum auglýsta og fólk vita af því. Já, Bragi Árborg. Nákvæmlega. Þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið. Það var skemmtilegu þáttur og ég núna á mánudagskvöldið. Já. Sérstakur þáttur Árborg og fínkynning. Já, bara mjög flottur þáttur það. Þetta svona sýnir fjölbreytnina hjá okkur. Gaman að sjá mörg svona ný andlit sem eru að taka viðtöl við og segja frá hvað þau eru að gera. Já. Og það var bara, hefnaðist bara nokkuð vel hjá þeim held ég. Ásta Stefánsdóttir fór hérna vel með þetta? Já, hún kemur alltaf vel fram hann. Það var ekki teksta á Ástu? Nei, hann tekstar aldrei. Nákvæmlega. Þetta er flott, en svo eru náttúrulega næsta sísón að hefjast kannski í íþróttunum og fótboltinn svona alveg að klárast. Síðustu leikirnir eru núna á þessum næstu 2 vikum. Handboltinn er að byrja núna fullu. Og Karvan, þannig að það er alltaf að fara á stund, vetrargreinarnir er að fara á stað. Já. Evrópumóti 5 leikum náttúrulega njöst og við erum náttúrulega annað fulltrúa í orðið í landsliðunum í 5 leikunum líka. Þannig að það er svona allt þar að fara á stað þegar fótboltinn sumargreinarnir er að klárast. Og það eru 3 lið í handboltanum frá Suðurlandi? Já. Það verður alveg. Það eru stelpurnar og strákarnir í fyrstu deild og svo er það íþróttafélagið Mílan. Mílan, já. Nýja lið. Það verða hörku leikir hérna Selfoss Mílan í Vallaskóla. Heldur betur. Þetta er orðið eins og AC Mílan og Inter sama heimavöllin. Þetta er skemmtilegt. Það verður bara rosa gaman og frábært þetta, það bara fjölgar iðkandum auðvitað í handboltanum að fá svona nýtt lið inn. Algjörlega og eins og Einar Guðmundsson kom inn á í þættinum á INN þáttinum Árborg að þá er mikil uppbygging hvað var þar íþróttir hérna á svæðinu. Já, það er búið að vera mjög aktív uppbygging síðastliðin ár og maður alveg segja við getum gert betur að það sko, þannig að við þurfum bara að halda áfram og núna náttúrulega að segja við förum aðeins hoppum yfir í framkvæmdina aðeins náttúrulega þá sér fólk að sundlaugin ríkur upp úr jörðinni núna menn er að byrja að steypa veggi og þetta gengur mjög vel, er áætlun
Algjörlega, þannig að það hefur ekki orðið neinn töf. Ekki neinn áþreifanleg töf, þannig sem má segja, sko. Þannig að þeir telja sig vera nokkurn veginn á áætlun. Og þetta á að vera tilbúið hvenær? Svona mánaðamótin maí-júní á næsta ári. 2015? Þá ætlum við bara að fara í nýja búningsklefa og skella okkur í sundlaugina þaðan. Stærri og betri búningsklefa? Já, miklu stærra andiri og þetta verður svona allt miklu þægilegra fyrir notandan, sko. Já, á að verða það og ég treysti því að það verði, sko. Þannig að við erum að plana á skipuleika eins að hvernig við allt er tilbúið þegar við fáum byggingur af þetta. Algjörlega. Er ykkur fleiri framkvæmdir sem ásist það núna? Svona, ekki kannski neina svona stærri í rauninni. Þetta er stærsta sem er í gangi hjá okkur, en svo eru náttúrulega bara öll haustverkin í gangi hjá Aldósinu, þannig að fólk sér náttúrulega bílan á þeiti ekki hérna út allan bæði að vera að ganga frá hlutum og taka til eftir sumarið og gera klart fyrir veturinn. Það er búið að laga Austurveginn, þannig að það þarf að gera röflega við því. Þó það hafi ekki verið okkar endilega, en það er búið að laga náttúrulega mánar með það. Nákvæmlega. Og svona, svo þetta fer fólk auðvitað bara að sjá fljótlega með að fara að byrja að setja upp jólaserjur og svona, sko. Það tekur sín tíma, þannig að við þurfum að fara að byrja að undirbúa það. Já, þið farið nú að funda það vonbráðar. Já, það vonbráðar, við þurfum að fara að skipuleggja hvernig við plönum það. Þetta er ekki nema mánuður og þá er þetta bara dett inn, sko. Já, það er núna bara október. Þá eru stóru fyrirtækin, þá er þeirra svona tími að fara að byrja. Já, það var nú alltaf hérna, þegar IKEA var búið að setja upp jólaljósin og svona, þá var allir að byrja, sko. Þeir voru alltaf fyrstir. Þeir eru kannski byrjaðir í september núna, maður veit það ekki. Nákvæmlega. En svo er ýmislegt náttúrulega, kannski minna fólk líka á það, þegar nú er að koma haust og það er allir að byrja krakkarnir að byrja í sportinu og svona mikið, þessi vetargreinum, að nota hvatagreiðslunar. Já. Að minna fólk á það hefur alveg núna framöndir út í janúar til að sækjum. Þetta er 15 skall fyrir hvert barn, að fara inn á mín árborg og kynna sér þetta ef þú ert ekki búin að sjá þetta. Og það er allt ekkert mál að hafa samband upp í ráðus í 481900 og ég get farið yfir þetta með og þær í þjónustörnu þekkja þetta mjög vel. Já. Til að þetta hjálpa fólki. Það munar þess að 15.000? Það munar allt, þannig að endilega fólk nýti sér þetta. Endilega. Sama, svona, kannski segja frá því að svona aðeins að ræða við skólaþjónustun í morgun. Já. Að það er fullt af verkefnum í gangi það núna og svona sem vildi sérstaklega nefna það, sko, hvað væri verið að gera mikið úr svona framsókn í læsi núna hjá leikskólanum og grunnskólanum. Já. Það væri með ákveði verkefni í gangi til að auka læsið í rauninni sem á náttúrulega hjálpa okkur við allan námsárangur. Þannig að þau eru mjög ánægð með það verkefni eins og og foreldrar ætti að finna fyrir því. Lestur er grundvöllur alls? Alveg algjörslega og þau eru að gera svolítið svona blása heyrskör í því núna. Sama svona er að það er svona verið að leggja grunna verkefni milli grunnskólana hérna og eða skólana hérna á svæðinu með listasafni Árnesinga. Okay. Og það á eftir að skýrast aðeins nána síðan en svona, bara svona til að segja frá því þetta er mjög spennandi verkefni að krakkarnir fá kannski að sína þessi kringum listasafnið og annað og það mun bara auka flóruna í þeim liðirunni. Algjörlega. Þannig að það verður svolítið spennandi að fylgjast með því og sama er í upplýsingatakninni, það er náttúrulega það sem menn eru nú að vera að bæta net þarna þráðlösa netið í grunnskólanum og verið að færa leikskólanin í þetta líka þannig að bæði kennarar og nemendur geti nýtt upplýsingataknina betur og það er svona eitt skref í einu þetta sem við erum að færa okkur í það áttina og það verður vonandi orðið bara alveg frábært á næstu árum. Algjörlega. Eins og vorum að nefna á hann, það er svona farið að líða á september. Er ferðamaðurinn ennþá á Suðurlandi? Já, það er alveg bara ágætis trafík að það. Við vorum að funda upplýsingamöðstöðun okkar núna. Það er búið að vera rosalega fín trafík í allt sumar, miklu meira við byggum stið og það er ennþá að koma fólk. En það finna náttúrulega allir fyrir því að þeim er að fækka. Já. En núna er svona verið að reyna að sækja veiti hérna í sóknu það að auka vetrarferðamennskuna á þessu svæði líka og bjóða upp á ferðir hérðan. En ég veit að ferðarþjónustæðilir hérna á svæðinu eru að byrja að bjóða upp á ferðir hérðan frá eða frá Selfossi eða þessu svæði. Þannig að þú getur gist hérna á hótelunum eða gistiheimilunum og keyptir síðan ferð í Bláalónið eða farið í Gullnahringinn eða farið dagsferð til Reykjavíkur. Þú þarft ekki að fara til Reykjavíkur til að fara í þessar ferðir með Icelandic Excursion eða einhverjum öðrum. Að nú getur þú gert þetta hérðan og það er bara mjög spennandi framtíð í þessu að auka ferðarþjónustuna hérna á þessu svæði. En við viljum að ferðarmaður stoppi lengur hérna. Já. Það er nummer 1 og 3 og allir vinna saman að því. Svo náttúrulega norðurljósin,
Þeim fjölgar alltaf þessu ferðamönnum að vetri til. Að vetri til, já. Og það er sérstaklega svona kannski hafa verið að koma hérna mikið af Japunum og Kínverjum á þessum tíma sko, með öllum hinnum. Þannig að norðurljósin hafa alveg hitt gríðarlega vel í marketinu í vetrartíma. Taka myndir. Það eru mjög flott. Og okkur finnst þetta orðið líka hversdagslegt sko, við höfum stuppið þetta. Já, norðurljós. Herra, þetta flott, eitthvað að lokum? Nei, þetta bara nokkurn veginn tæmdur listi held ég hjá okkur núna. Það sé náttúrulega alltaf eitthvað í gangi. Taka minna bara árborg.is. Já, minna fólk á kvartagræðslunar og bara eiga góða viku. Taka vel á móti löggunni, þeir eru komnir á hjól. Já, það er ánægilegt hvað þeir eru sýnilegir þetta. Það er mjög ánægilegt. Þeir eru að vinna sinni vinnu. Já. Bragi, takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Takk.